Komið sæl, Biggi heiti ég, íslenska torfaran. Herðu, ég er stattur núna í Ferjunesi, Vildingaholtshrepp og við Þjórsá og ætla að reyna að hitta á Ása. En Ási er bara hinum meira á landinu, nennir ekki að koma eins og það stutt er að fara á gaman. Þannig að Ólafur bróðir hans ætlaði að koma að hitta mig og við erum hérna við bombuna eins og þið sjáið. Kíkið á okkur. Ég heiti Aron Ingi, þú ert að horfa á Íslensku torfarana. Þá erum við komin í skúrin hjá Óla, þar sem Ási nennti ekki að koma. Ólafur Ingi, sætt og blessað. Sælir. Hvað segirðu gott? Gott bara. Það er kalt hjá þér núna. Já, skýta kvöldið maður. En bíllinn hann er bara ekki verið heiðurlegur, ekki gert í honum. Nei, við bara eins og við töluðum áðan, þá þreif ég hann og sett hann inn í kerru þegar þú komst til keppnina í Hafnarfirði. Já. Svo bara og ég út að segja fólki að það hefði náð að klúra þeirri upptöku. Nei, ég er núna að koma að laga það, þá heyrið þið það eru fleiri sem gera mistökum þeir. Nei, en svo bara í gær, þá settum við í gang og keyrðum hann inn til að sýna þér hann. Takk fyrir það. Hvað geturðu, ok, það spyrir strax núna. Ætlið að vera með í sumar ef það verður eitthvað sumar? Það er svona bara verið að ræða málið þá og allt í lausu lofti bara? Já, Þið ætlið ekki að taka ákvarðanir strax? Nei, en það er ekki... Elta tauminn á COVID og sjá hvað síður? Já, ég held að það verður nú bara að sjá hvernig það fer allt saman. Já. Áður en að vera teknir ákvarðanir með það. En stendur til að gera eitthvað breytingar á bílnum eða? Já, við ætlum að fara í aðra hásingu, framhásingu. Heyrðu þið það? Það er að fikta. Já, við ætlum að hætta með svörtu hásinguna Sigga. Já, ok. En við erum með heimasmíðaða framhásingu sem við smíðum sjálfur. Já. Og hún skekktist aðeins hjá okkur í... Hún er aðeins gögg sko, en við náðum nú að rétta hana töluvert sko. Þannig að skekkjan er ekki nema kannski, ég man rétt, 2 mm í dag. Hún var sentimetr þegar við tókum hann undan. Sentimetr? Við náðum ekki öxlunum úr sko, þetta var náttúrulega glúður. Já. En við ætlum að fara í Ingo Special Made núna. Ok. Það ætti bara að detta í hús núna fljótlega, febrúar held ég. Ok. Og svo förum við í RCF kúlur og heimasmíðaða öxla. Og þið eru ekki í því? Nei, við erum með MAN öxla. Já. Og mjög frægar náttúrulega samsoðin öxul, lengur öxul, því að Hann er ennþá hjá okkur? Já. Meistarinn sem sauð hann, þið lýstu einhvern veginn fyrir mig, hver var það sem sauð það fyrir ykkur? Það voru 2 á Selfossi, það var hann Bassi, rennismiður á Selfossi, hann var aðalmaðurinn því og Jói heitir hann, ég man nú ekki hvað svona hann er, vinnur á vélaverkstæði Þóris. Þeir sauðu þetta saman, strákarnir. Og hann er betri en nýr? Betri en nýr, og bilar aldrei. Nýr brotnaði er ekki svo sem hann var gert við? Nei, svo eigum við annan samsóði því að við báðum að sjóða saman annan þegar sáum að það gekk upp í fyrstu keppninni eftir það og þá var ákveðið að eiga annan til vara. Ok. Þannig að við höfum svo sem ekki ágjörð af því en það er bara lengdin á þessu, þeir sem eru með manöxla, þeir eru ekki með svona langan manöxul eins og við erum með. Ok. Þetta eru eitthvað spes og það er bara ekki hægt að finna þetta virðist vera. Nei. Þannig að við erum vel búin að gefast upp á því. En hvað verður þá hásinguna? Er einhver annar búinn að fá hana? Já, hún er víst farin sko. Ég held, skilst að Palli Rolla ætla að taka hana.
Nú. Og Var hann sem sagt að grínast þegar hann birti mynda sér á nýja bílu sínum þannig að satt í þessum? já, það var djók. það var svona, við vorum að reyna að kveikja þess í Ásmundi bara, það er svo gaman að stríða Ásmundi þegar hann býr hinum mér á landinu og hefur eitthvað með hlutir að gera. Það er nú það sem við vorum að gera bara. Og það ekki virkað eða? Nei, það við náðum ekkert að kveikja í honum, það var alveg gjörsamlega tilgangslaust. Ég beði að þetta er að kommentarkerfi myndi kvikna, það var eitthvað lítið. Það var engin áhuga á þessu. Nei. Nei, Palli kom hérna það kvöld og skoða hana og það var hérna. Þannig að ég held að hann taki hana og við förum bara í. Hann ekki með ofurbeygju frá sér eða? Nei. Já, ok, þannig að hann ætlar að fara í þessa leiðina. Já, ég man ekki hvað hann er með sko. Nei. Ég man ekki heldur, ég er búinn að skoða það samt. Já, bara man það ekki sko. En þetta er svo sem bara standard þetta sem að menn eru með sko, en þetta er náttúrulega bara smíðað úr því afgöngum sem við fundum hérna heima. Ég meina, séin hérna eru smíðað úr vörubílsgrind og svona eitt og annað sem að týndist til hérna á ruslahaugunum bara. Veitir nú, er það ekki á gullkistunni? Já, gullkistunni. Við skulum hafa þetta rétt orðað. Já. En ytri húsin, er það náðust? Það er Ford 350. Er það, hvaða árgerð er það? Er það ekki 2006, 5 eða 6 eitthvað svoleiðis? Já, þessi nýri típa. Já, og hjólulegurnar. Já. Og er það sömu aftan líka eða? Nei, við erum með sko 14 bolta GM Music 8. Já. 9 tómi kökgull að framann. Já. Ef ég man rétt þá er þetta bremsudiskar úr 150 Hilux, nei Cruiser ef ég man rétt, ég er ekki alveg klár á því. 150? Já. Ok. En dælur, er það Vilwood? Já, Vilwood dælur. Er það eitthvað voða góðar eða? Já, ég veit það ekki þetta. Við vorum nú með sko þegar hann var smíðað fyrst, þá vorum við Suzuki Vitara dælur sko. Það bremsuð alveg fínt sko. Þetta hljóma flottar allavega. Já, Vilwood sko, það er rosa fínt. Fyrir mig sé hérna allt með King. Já, við erum með hérna King dempara og King hérna bump stop. En segðu mér annað, er hann núna í keyrslu stöðu hjá þér eða er þetta bara, er hann síga saman? Hann er eitthvað síinn sko. Hann á að vera meiri sundur? Já, hann er ekki mikið samt sko. Nei. Eitthvað aðeins. Það er eins og líki eða já. Er annað bumpstoppið ónýtt hjá okkur? Já, er þetta sé gaslust þetta. Já, ok, það er bilað. Við erum eitthvað að kíkja á það. Svo breytum við sko eftir stóru veltuna hérna á Akureyri þá fórum við sem úr forlinga framann og smíðum aðstífu. Já. Það var bara ákveð að gera það þarna eftir stóru veltuna, það var svo lítið að gera hjá okkur. Ég sá myndir af því. Já, þannig að því var breytt og hérna svo náttúrulega þegar við fáum hásinguna. Hvað, fyrir ekki að ég spyrji, var hann ekki með þessa aðstífa fyrir? Nei, við vorum bara með hérna Standard forlinga eða? Forlinga framann sko og þá losnum við þessa feikna stóru þverstífuna sem við vorum með alltaf framann sem að Fyrir ekki að heimskulega spurningu, er þetta samt ekki forling áfram, er bara önnur útfærsla? A-ling, er það ekki forling? Þetta er A-ling sko, það er hérna náttúrulega vantar hliðar skafstífuna sko til að kallast forling. Já, ok. Ég tek þig bara orðinu. En svo erum við með neðri stífurnar, það er frá Ingo. Þannig að það passa beint á hásinguna? Já, við erum aðeins að breyta þér enda núna þegar við fáum hásinguna, þá ætlum við að fara með stífuna svona undir hásingu þannig að við fáum aðeins, getum farið aðeins meiri beygjuradíus. Ok, er þá ekki komið eitthvað til þess að rekast í? Já, eins og staðan er núna, þá er það stífurnar sem stoppa okkur sko. Já. Hvað náið þið mikill í beygju eins og núna á þessari hásingu? Það ég man ekki alveg gráðu þetta sko. Er þetta svipað allir aðrum við? Það er 60... Já, nei, þetta er aðeins minna heldur en sko eins og Ingo eða þeir eru með sko sem eru allra flottastir í þessu sko. Já, ok. En hérna þetta eru samt mjög góða beygjur sem við náum sko. Já. En ég bara man ekki alveg gráðurnar á því, ef ég segja alveg eins og er sko. Já, ok. Ég get alveg lifað með því. Já. Ég veit allavega hann beygir heldur mikið. Já, hann beygir fínt sko. Já. Það hefur svo sem aldrei verið neitt vesen með það þannig sko. Og ætlið þið þá í hérna, hvað heitir það, RC
Það er CVF Kúluliðina. kúluliðina. Og öxla líka, eða er þeir smíðaði sér? Ég held að þeir verði bara smíðaði sér sko. Bara á staðnum? Já. Ok. Ég held að það verði farið svo leið sko. Eru allir með það þannig, eða hvernig er það? Ég held að það sé allir gangur á því sko að þú getur keypt sko öxlana með kúlunum og... Já, utan, sko, frá þeim. Já, svo getur náttúrulega smíða þessu öxla þetta heima líka. Já. Ég held að það sé bara... Já, Upp og hvaða niður. lengingu menn taka í því sko. Já. Ef að kíkja hann svona í hútið á honum? Já, það er... Hérna eru búin að taka hlífarnar af. Já, hlífarnar, tvær. Já. Hérna sjáum við eitthvað smá onni hútið hjá þeir. Já. Hvað viltu segja okkur núna? Já, heyrðu, þetta er sko þessi 6 lítra. LS. Já. Manstu restina? Nei. Ok. Svo... Þetta er sem sagt, við byrjuðum með hérna bara standard pick-up mótor, stálblokk. Já. Einhverjum fínum hendum og einhverju dótari. Og hérna urðu fyrir því óláni fyrsta árið að hérna losnaði skrúa hérna í blöðkunni á þrótturbotíinu, fór inn í mótor og hérna eyðilaði bíl og kortir í brottför til Bandaríkjanna. Hvað ár var það séru? Er það ekki 2017? Nei, 18 þá. Frændi er orðinn ökumaður og þegar hann var í servicekrúi hér þá var ekki mikið gagn í honum af því að hann var alltaf svo blindfullur. Og ég vona það að starfsmenn keppninnar hafi það er nú eitthvað rólegt. Átið sem hann byrjar? Já, fyrsta sumarið. Já. Og hérna þá var farið í þessa álblokk og hérna ennþá dýrar og flottari hent og fullt af gúmmileði í mótorinn. Hann hefur bara gengið síðan, bara alveg snurulaust, ekkert vesinn og... Var það bara pikkað úr einhverju bíl eða röðuðu saman gamla mótornum sem að hrundi? Já, það var sko blokkina fengu við held ég hjá Ingo. Hann átti hana hérna heima og hérna svo held ég hann hafi verið búinn að kaupa held, ég man ekki alveg hvernig það var sko en hérna það hafðist að minnstu að raða saman mótor hérna viku fyrir brottför til Bandaríkjanna og kom honum í gám og kepp út í Bandaríkjunum og það gekk allt saman mjög vel sko en svo var hann tekinn í sundur aftur veturinn eftir Bandaríkin og gerður upp sko og lagaður eitthvað meira. Og var eitthvað að honum eftir þá keppni? Nei. Legur allt í lagi og... Allt í topplagi sko, það var bara verið að reyna að svera hann eitthvað meira út sko. Já, eitthvað meira út úr honum. Og náðuð þið því? Já, við höfum svo sem aldrei farið með hann í dínotesti eða svoleið sko, þannig að við vitum ekkert... Þannig að við segjum að hans er 900 hestöfl bara? Já, þetta er örugglega 2000 hestöfla mótor sko. Já, út í toffara hestöflunum? Já. Já, ok. Já, ég veit það ekki, við skjótum ekki á ykkur 800. Já, ok. Einu sig eitthvað sko, maður veit það ekki. Góð tala. En það er svona hugmyndin að fara með hann í bekk núna fyrir sumarið, eða það verður eitthvað sumar. Já. Og sjá hvort við getum ekki hérna bætt við hann eitthvað. Og hans meira út úr honum, ætlaði að bæta nýtur á við? Nei. Þú taka laggið af honum, eða ætlaði að bara halda honum á snúningu eins og það er alltaf gert? Já, ég held að sé bara sleppa nýtrófinu og reyna bara að pumpa svolítið þessa túrbínu betur upp og... Hvernig túrbínu eru þið með? Veistu það? Heyrðu, er þetta ekki Garrett? Ég man það ekki alveg. Er þetta Fordin eða? Nei. Ég bara er ekki alveg kláraði hvaða túrbínu þeir eru með. Og er hún stór sem sagt? Er þetta úr bara fyllt í vélinni eða? Nei, þetta var keypt sér sko. Þetta er ekki orginal turbomótor sem sagt? Nei. Er nokkuð þessari bílar með það? Nei, jú, náttúrulega eins og... Nei, ekkert þannig sé orginal held ég sko. En hérna... Hvað er það að blása miklu inn á hann, veistu það? Þrýstingur? Nei, ég man það ekki núna sko. Það er ekki eitthvað 12... 10 eða 12, ég man það ekki. Já, það er ekkert ólíklegt tala sko. Ég hef þetta heilt upp í 30 pund en það er á 4 cylindra. Já. Já, Stormunum? Já. Nei, það er nú ekkert svoleiðis hjá okkur sko. Þetta er nú bara svona... Á að vera svona... Passlegt held ég bara upp og þetta gangi allt saman upp og lifið þetta af sko. Og segðu mér loftintæki hjá þér hérna. Já. Það er bara hérna upp í þak. Já. Er það alltaf svona hjá okkur? Já. Það þurfi ekkert að breyta neinu? Nei, við höfum bara aldrei lent í vatnsvandræðum. Nei. Það var eitthvað ólíklegt að það væri.
Já, það er En náttúrulega Rík? Já, sko, náttúrulega Egilsstaðir hafa alltaf farið illa með okkur, sko. Og er það? Alveg svoleiðis dauð og djöfull fyrir síðurnar, sko, eins og var í síðasta sumar. Já. Þessi einu keppni á Egilsstöðum, sko, Það var Skúli og fleiri sem nefndi Já, já, við skiptum bara síu, sko, hver einstu braut, sko. Það þarf að gera það í svona veðri. Þetta var bara alveg skerfilegt, sko. Það er ekki þurrku búin að vera þarna? Mikið verra heldur en eins og í Bandaríkjunum, sko. Já, er það? Já, margfalt verra. Ok. Ísland slá Ameríku út? Já, í þessu. Það kom að því. Já, það hlaut að koma að því. En við sveruðum þetta út, sko, við vorum með, sko, 4 tómmu, konum í 6 tómmu núna. Já. Og sveruðum hérna öll rör þegar mótorum var sem sagt smíðaður upp núna síðast. Ertu með 4 tómmu þarna eða? Já. Hvað voruð þið með þarna? Ég held að það hef bara verið 3 tómma eða eitthvað, 2 tómma, 2,5 kannski, ég maður það ekki alveg. Þannig að hann er að fá alveg nógu loft inn á sig og... Já, það hefur aldrei verið neitt þessi núna með það að gera, sko. Nei. En hérna, þú ert með akkumuleitur hérna eins og allir eru með. Já. Er það ekki að vera standard bara í þessum bílum í dag? Jú, ég held að það sé orðið bara standard í þessu, sko. Já. Og hérna erum við með allt, sko, það er sjálfskipti kælir hérna undir. Hvað séu, sjálfskipti kæli séu? Já, við erum með hann hérna Já. undir. Og svo erum við með bensíndælunar og síurnar og það allt saman hérna. Batterið, rafgeymurinn og hérna... Duracell? Ertu með Duracell séu? Batteri? Já, við erum með Duracell batteri. Þetta verður aldrei rafmagnslaus. Nei. Og hérna, við náðum að koma þessu öllu saman fyrir hérna í farþegarrýminu, þannig hérna... Og er þið búin að ryktuðu það sem fór onni í bílinn? Nei. Til að vera á móti ása? Nei, það var ekkert pælt í þyngd þegar þessi bíl var smíðaður. Það var bara... Ég meina, þú getur sagt að það var núna opinberlega að þið þurfum að halda honum með ákveðinni þyngd, þannig að bæti ekki á sig kallið? Já. Ah. Já, nei, við látum hann hefur alltaf verið frjálslega vaxinn og við lefum hann bara að vera þannig. Það er spennhald. Já, en fyrst það kom ekki, þá verður hann bara að setja sig við. Já. Ah. Hvaða kútar er þetta hérna hjá þér? Er þetta fyrir olíuna Já, þetta slefið? er bara slefið á mótor og skiptingu. Þannig að það fer aldrei á hérna, húsgreinar eða neitt? Nei, það á ekki að gera það. Helviti gott maður. Og hérna... Hústið hérna út. Já. Ef við kíkja á aftur ásenguna? Já, sko. Hvað erum við að horfa á? 14 bolta sagður á hann? Já, þetta er hérna 14 bolta, það er ekki full float held ég að hún heiti. Já. Þessi var alveg, sem sagt, við þurftum að fá nýja hásíku eftir stóru vöftun á Akureyri. Hún var alveg í U, svo gamla. Alveg. Rétt. Fundu þessa hérna ruslahauga hérna næsta bæ við okkur. Það voru að tala um orðið ruslahaugar. Var ekki gullkistur? Já, gullkistuna. En þetta eru svona meira ruslahauga, sko. Þetta var sennilega eina sem var eitthvað varið í á þessu ruslahaugum. Já. Það leynist víða gullið. Já. Og þetta er samu diskana framan og aftan eða ekki? Jú. Boruðu þið þessa disk út sjálfur bara eða? Nei, hann gerði það fyrir okkur á Ljónstöðum, hann hérna Tyrfingur. Já. Hérna erum við sennilega konur í músódiska, við breytum því á. Við erum konur með músódiska hérna ef ég mann rétt. Já. Andan. Við höfum eftir að breyta því að framan. Þeir eru aðeins meira ummálaðan þannig að þeir fylla betur út í Vilwood-dælurnar. Já, minni færsla. Já, nýtum alveg allan hérna bremsu Já. klósan. Þið erum forlinga aftan. Já. Ætlaðu eitthvað að breyta því? Nei, það verður látið eiga sig bara. Þið erum með Kinga aftan líka. Já, það er allt í King á okkur, sko. Og hefur það reynst ykkur vel? Þeir hafa komið mjög vel út, sko. Mjög bara, já, gott að ég við það og fín fjöðrun í þeim, sko. En uppsetning á þeim, er það að gera það sjálfur eða stillingar og... Já, það er svona Sævar Jóns, hann hefur komið og hjálpað okkur með það og fleiri, sko. Þetta með umbóðsmaður torfarinn á Suðurlandi? Já, Já. Íslands eina von. Já. Það er nokkuð til í því. Já. En hérna, er ekkert hérna á bakveinstar hjá þér eða? Jú, svo erum við hérna á bakvið með bensíntankinn og vaskassa. Og hvernig bætið þið á í keppni? Á bensinnið? Já. Það er hérna þetta forláta Já, bensínlokk. já, hérna, bíkinni í bottónsmerkið. Já. Það var ekki, ég sá þetta ekki svona. Þetta er special made, sko. áberandi. Já. Þetta er hérna, þetta kemur beint af hérna partasölunni, 350, sko, Ford. Já, úti?
Já, já. Og hvað er spoilerinn að skila mörgum hestöflum hjá okkur í tímabrautum? Spoilerinn skilur okkur rosalega fáum hestöflum sko, því að tökum hann alltaf af þegar hann fyrir keppni svo hann skemmist ekki. Þú meinar? Já. Er þetta bara þegar hann stilt upp fyrir Þetta keppni? er bara skraut sko. Það er ekkert raskat á kvikindinu? Nei, hann er alveg eins og Ásmundur. Gjörsamlega flatur að það verður. Þetta verður ekki bípað út. Ekkert að þessu. En inn í bílum. Inn í bílum, já. Það er tillaðir inn. En það? Herðu, það er alveg fínasta plássjáður þetta. Já, já, þetta er alveg bara eins og Fínasti fjölskyldubíl. fínasti fjölskyldubíl sko. Það fer ekki dýll í þessu. Nei. Við erum að Race Pack. Já, Er það mælaborðið hjá þér? þetta er mælaborðið. En við svissum á hann þá koma bara allar upplýsingar sem við þurfum í sambandi við mótorinn. Já. Það er bensínþrýstingur, olíuþrýstingurinn og vatnshiti og snúningshraðamælinn og svo er hægt að setja mikið meiri í þetta upplýsingum ef að menn vilja sko. Olíu T. Já, þrýstingur. Já. 35? Já, það er þetta akkisöppinu að þau Já, alltaf ekki. vantilega heldur upp í þrýstingnum. Kemur allt fram þarna? Þarna kemur allt fram sko og ég held að það sé nú samt voða lítið hort á þetta svona nema bara í pittinum sko. Ég er ekki bara þeir ræsa hann og Já. þú ert með að það sé smiðan skiptir. Já, hans er heimasmíðaður. Þetta er í grunninn er þetta Benz eins og flestir eru með. Það er voða algengt, já. Og svo erum við með þessa blötu, það er að slá honum í, stoppar í á þessu. Hvaða skipting er hjá okkur? Við erum með 400 skiptingu, Já. uppgerð á ljónstöðum, sér styrta. Og er í henni bara eitt gír eða? Er hún með Nei. sama vendlabóti og... Já, við erum með sko, ég held að sé ekkert búið að hreyfa neitt í því sko. Nei. En það er náttúrulega bara notar þessi eini gír, Já, fyrsti fyrsti. gírinn sko. Og bakkirinn. Og bakkirinn, já. Er það ekki yfirtröður nú? Já, það er meira en nóg sko. Já, já. Ha. En hvað er þetta svarta þarna hjá þeim? Er þetta ljós eða? Þetta? Já. Já, þetta er aðvörunarljós hjá okkur. Fyrir... Við vitum bara að hann er að hlaða. Já. Eitthvað sem hann sér örugglega. Já. Þetta er svona reynt að gera þetta einfalt. Já. Og það virkar. Já, já, en þá. En þá. Já, já. Bremsukerfi hjá okkur, það er hérna... Það er rándýrt Wilwood kerfi. Já, en er þetta vakúumstýrt eða glusastýrt? Þetta er bara... Þetta er ekki vakúum. Jú, þetta er ekki bara vakuumsystemið í þessu sko. Gamla góða. Já. Það eru einhverju komnir í glusakerfi sko. Út með svo erfiða spurningar, það er alveg... Þetta er eins og ég sagði svolítið við pappa sko, þegar hann var að spyrja um tölvur og vírusa. Já. Þegar ég ekkert gæti ekki svarað á hann. Þá sagði hann, ég lærði bara nokkuð tækniorð sem ég vissi þú þekktir ekki. Og þannig að ég gæti allt sett þig á gat. Já. En núna hef ég ekkert. Nei. Ég gerði það saman við þig. Já, góðan daginn, Jakob. Hver er að koma hérna? Það er ekki liðstjórn okkar. Liðstjórinn? Já. Það er komið tíma á það. Já. Hvað segir ykkur, Kobbi? Gott. Viltu okkur að bæta upplýsingar fyrir okkur? Við vorum að pæla í bremsónum, er þetta glusastýrt eða vakuumstýrt? Glusa. Já, við höfum báðið vitlaust fyrir okkur. Er ekki vakúumdæla tengt inn á þetta? Já, ok. Bara frá Wilwood. Já, er þetta komplett alveg? Já. Það er frá petala og niður í hjól, sko. Já. Er þá glussadæla sem fyrir inn á þetta eða? Nei, það er bara fettið til, sko. Já, það er ekkert sem léttir á eða neitt. Þeir eru svo öflugu bræðið, það þarf ekkert svoleiðis. Já, þetta hérna er úr sleggjunni, orginalsleggjunni. Nú? Fengum þetta lána hjá Geira þegar að held samt að Sævar Jón segi þetta. Og þegar við skiptum um stól, Já. það er að, var það ekki þegar ég keppti á Akranesi. Komst ég ekki í stólinn hans Ásmundar. Hann var með svona plaststól sem tók bara allt plássið í heiminum. Já. En þá fekk ég þennan álstól sem við notum enn þann tíma. Þegar menn eru stóri eins og varst að vitna í áðan. Já, já. Og það er svolítið pláss í kringu það. Já, já. Og Ási, bara ekki misskilja Ási minn. Það kom frá bróðu þínum. Já, já. Þannig að já, mjög góður stóll.
Já, ok. Og þið eru með ljónakassa, eða ekki? Jó, við erum með ljónakassan. Hafið verið með frá upphafi? Já. Ok. Það er bara, hefur voða lítið verið breytt í þessu bíl þannig sko frá því við keyptum fyrst sko. Það er svona í grunninn náttúrulega voða svipaður mótor, sama skipting, sama villikassi, náttúrulega sama housing þannig séð sko, þó við séum búin að skipta hann einu sinni. Já. Vélina á þessu. Já, það er svona stærsta breytingin sko. Já, settum á þetta önnur hett og það er bótið. Og við höfum ekki skipt mikið af bodyinu nema bretti og gangbreytti og topp og eitthvað svona dótar í sko. Það er bara lúkið aðeins. Já, svo skiptum við náttúrulega aðalbóðan eins og frægt er orðið eftir stórveltuna. Já, hvað voru það margir hringir hjá hann? 6 eða 7? Veistu það? Já, það var eitthvað svolítið 6-7 hringir sem hann tók þar sko. Svolítið öflug velta hjá hann. Já. En það var bílinn eiginlega endursmíðaður, er það ekki? Nei, það var hásingarnar náttúrulega, afturhásingi var ónýtt, framhásingin aðeins gökk, boginn, afturboginn náttúrulega aðeins skemmtur, en öðru leið. Þetta var hann ótrúlega heill bíllinn sko. Já. Það var eiginlega með bara það Á hornið að þarna. með aftan þannig sem var skemmt í búrinu sko. 2 rör sem að... Þið skiptum aðalbógan aftan, ekki? Jó. Það var sem sagt, við þurfum að skipta aðalbógan og 2 rör hérna sem að skemmtust. Það var þetta horn sem að skemmtist að einhverju ráði sko. Já. Magnaður hann skot eftir þess að svaðalegu veltum að hann skulle ekki hafa skemmsmeðara bíli. Já, það var eiginlega alveg ótrúlega sko. Og hann lappaði bara út úr bílinn eins og ekkert væri. Já, svona aðeins ringlegri en venjulega. En það var nú ekki að sjá, sko. Nei. Enda líka tókuður undir ástin á honum og... Já. Er eitthvað sem við erum að gleyma að tala um þetta? Við erum búin að gera lítið úr Ása alveg nokkuð sinnum og það er aldrei hikk á því þar. Nei, það er spurningar að gera svolítið meira af því. Já, þið eru velkomin að tjá þið aðeins. Já. Nei, ég segi nú bara svona. Nei, ég held að þetta er svona, já, svo er... Já, það sé bara svona upptalið, er það ekki? Ekki stýrisendur og traktor. Þannig ekki eitthvað... Stólið einhverjum bóndareflinum sinnilega, einhver staðar. Ekki frá pappa? Nei, hann átti ekki traktor þegar við vorum að smíða þetta. En stálmáttur á móti stýrisrótum úr gröfun hans. Jó, ég var búin að heyra því. Já. Hvað vantaði rótor sem var með eitthvað færri hringi heldur en hérna við vorum með. Hvað, þegar þú beigir hann bara alveg í botn, hvað er það margir hringir? Aftur með þessu erfiðu spurningarna sko. Ég held að séu 3 hringir. 3 hringir til að fara í botn, að borða í borð? Borða í borð sko. Það er 1,5 hringur semst til hægri eða vinstri? Já. 3,5, ég man þetta ekki alveg sko. Já, það er nú ekki mikið. Nei, við vorum með sko, fyrst þá var það bara 5 hringir eða eitthvað sko. Var hann viku að beygja? Það lá við sko. Það er ekki það. Nei, þá fórum við í hérna, í gröfunum hjá gamla og það hefur svínvirkað alveg. En hvað er í gröfunum hjá gamla núna? Hann fer svo lítið á þessu sko. En hann veit ekki sem hann vantar. Nei, hann veit ekki sem hann vantar. Og hann horfir ekkert á svona þætti? Nei, hann veit ekki hvað er í gangi í skúrnum sko. Herðu, ég segi þá bara takk fyrir að taka á móti mér og leiða mér að skoða hjá okkur aftur. Já, það var lítið, bara alltaf velkominn.